Þessi grein okkar sem birtist í British Medical Journal á dögunum afrakstur gríðarlegrar vinnu sem hófst í rauninni strax í upphafi faraldursins þegar hann skall á Landspítalanum. Þetta rannsókn einkenni eða einkennamynstur COVID-19 og þetta rannsókn sem byggir á gögnum sem var safnað af COVID-göngudeild Landspítalans. Það þarf dálítið að muna hvernig ástandið var í febrúar. Á þessum tíma þá var COVID-19 ekki einu svona orðin heimsfaraldur. Það var þessi lönd í Evrópu sem fóru mjög illa út úr faraldrinum og urðu til þess að fólk áttaði að sjá alvarleikanum kannski fyrst. Þau höfðu ekki gert það ennþá. En það var samt einhver tilfinning hérna á Íslandi að það þyrfti að skipuleggja þetta mjög vel. Og COVID-göngudeildin var þannig stofnuð af læknum og hjúkrunarfræðingum og það var hálf ótrúlegt að fylgjast með bara viljanum, hvað allir voru fórnfúsir í að gera þetta og standsetja göngudeild á nokkrum vikum. Við þekktum hann sjúkdóm lítið og þyrftum að læra hann jafnóðum. Allir sem greindust á Íslandi, þeim var fylgt eftir á COVID-göngudeildina, það var hringt í þá reglulega, 2-3 daga fresti og spurt út í einkenni, spurt hvernig þeim liði. Og þetta var til þess gert meðal annars að bara sinna fólkinu vel og líka til þess að læra sjúkdóminn jafnóðum. Svo var hægt að bregðast við því og breyta verkferlum ef til þess kæmi að það yrði ljóst að fólk var að veikjast annarkvort verr eða hraðar en við byggust við. Og úr þessu varð þessi skráning að þessi endurteknu einkennaprófanir hjá öllum sem greindust með sjúkdóminn á Íslandi. Hvaða einkenni hafa þeir raunverulega? Og það það sem byggir þessa rannsókn. Það leyfir okkur að skoða það og sjá það að einkenni sem eru kannski gjarnan tengd við COVID-19 eins og hiti eða djúpur hósti með uppgangi. Þessi einkenni ekkert eins algeng og var talið og það eru frekar einkenni sem við tengjum oftast ekki eða gerðum það minnst kosti ekki við COVID-19 eins og höfuðverkur eða vöðva- og beinverkir, þeir eru algengir. Og ég held að kannski aðal skilaboð greinarinnar og rannsóknarinnar eru að einkennamynstrið bara mjög dreift. Rannsóknir á einkennum COVID sem voru birtar erlendis á þessum tíma lituðust mjög mikið að því að einu sjúklingarnir, einstaklingar sem greindust með COVID voru þeir sem voru alvarlega veikir, þurfti að leggjast inn á spítala. Mörgum löndum var auðvitað vitað hinna, þeir greindust jafnvel með COVID en það var bara ekki aðstaða til þess að fylgja þessu fólki eftir og sjá hvernig einkennin þróuðust og svo aðstaða var einvörðungu til hér út af því að fólk var tilbúið. Það byggði deildina og byggði þessa hugsjón áður en þetta varð að heimsfaraldri, áður en þetta varð að óyfirstíganlegu vandamáli. Það hefði ekki verið hægt að skipuleggja þessa göngudeild held ég 3-4 vikum síðar þegar allir voru að drukna í þessu flóði. Með því að hafa umsjón í rauninni með öllum sýktum einstaklingum þá gátum við aflað mikilvægra upplýsinga þeirra einkenni, þeirra ástand og fengið miklu breiðari mynd af veikindum þeirra einkennum sem að smitast af þessari sýkingu. Þannig að ég held að þetta sé enn eitt dæmið í rauninni mikilvægi vísindastarfs í heilbrigðisþjónustunni og ég tala nú ekki á háskólasjúkrahúsi. Ég held að þetta verði svona rannsóknin sem að leggur lokapunktinn hjá okkur einkennaþróunina. En við erum að skoða ýmislegt annað og við vitum það að í rannsóknum erlendis þá eru ákveðnir áhættuþættir sem hafa komið upp sem tengjast slæmri útkomu og þær rannsóknir byggja á sama hátt á gögnum þar sem að þú ert búin að skera í burtu þá sem að veikjast minnst og þú skoðar bara hóp þeirra sem veiktust alvarlega og þótt að það sé ýmsar flottar rannsóknir í gangi þar sem að reyndir að leiðrétta fyrir hinn og þessu að þá held ég að okkar gögn og okkar vísta og rannsóknarhópur geti betur svara þessari spurningu því að það eru mjög margir með áhættuþættir sem fá COVID-19
og bara þurfa aldrei á spítalaþjónustu að halda og þeir eru kannski ekki með í erlendum rannsóknum. Það næsta skrifið okkur að skoða áhættuþáttina mjög vel og vandlega og á þann hátt að það sé hægt að nýta upplýsingarnar til þess að spá fyrir, ef að þú sem einstaklingur veikist af COVID-19 hversu veikur myndu verða eða hver eru líkurnar á því veikist alvarlega. Ég held að þessi ferill hafi varpað með skýru ljósi á mikilvægi vísindastarfs á háskólasjúkrahúsi og hvernig best fer þegar það tvinnað saman við klíníska þjónustu og okkur tókst að gera það og gátum byggt þarna á býsna stórum hópi einstaklinga bæði reyndra vísindamanna og fræðimanna og svo líka annar áhugasamra og ég tala nú ekki nemenda, einstaklingar sem höfðu nýverið lokið doktorsprófi eins og Elías Eyþórsson sem leiddi þessa vinnu að miklu leyti en það komu margir að og þetta voru einstaklingar sem í nánast öllum tilvikum voru líka á fullu í að veita klíníska þjónustu. Ég í raun og veru kem inn í þetta rannsóknarsamstarf í kringum COVID-19 sem var svolítið skemmtileg endurspeglun á hvernig starfið breyttist í COVID-19 þar sem allir múrar milli deilda og sviða féllu svolítið niður. Þannig að það var búin til hópur sem átt að sinna rannsóknarstarfi svolítið þvert á sérgreinar og ég er svæfingur gjörgæslulæknir og kem inn í samstarfi ásamt hópi lyflækna og kannski þessi tvö svið, lyflækningar og svo svæfingur gjörgæslulæknar sinntu sjúklingunum klínist að miklu leyti. Við höfum aðgang að fólki sem að stíga sem fyrstu skref og getur unnið mikla grunnvinnu. Svo höfum við fólk sem hefur reynslu og þekkingu en líka tíma til þess að grípa hennan bolta. Við höfum þetta doktorastig, fólk sem búið nýlega að lokið doktorsprófi og að leita að verkefnu sem að getur rokið af stað með. Og síðan höfum við þá breytt bakland, fólk sem hefur fagþekkingu og hefur fyrir reynslu. Af öðrum verkefnum sem við erum að vinna þá höfum við verið í samstarfi við Íslenska erfðagreiningu varðandi mótefnamælingar hjá íslensku þjóðinni og við erum í öðrum samstarfsverkefnum með þeim núna sem snúa þessum COVID-19 og svo höfum við verið að vinna að sértækta því að lýsa útkomu COVID-19 hjá einstaka hópum. Við höfum birt greinum útkomuna hjá fólki sem læðist á gjörgæslu og síðan erum við núna að vinna greinum sem snúa því að meta hvaða sjúklingar þurfa mismunandi úrræði í kerfinu og við erum að vinna með verkfræðideildinni að líkanagerð til þess að spá fyrir álag á sjúkrahúsið í tengslu við COVID-19 sem hægt að yfirfæra yfir svo aðra faraldra. Ég held að það sé óbúðslega mikilvægt að líta á vísindastarf sem bara einn hluta af starfseminnar, bara alveg svo klíníska þjónustu við sjúkrahús, við sjúklinga segi og við þurfum í raun og veru að geta spurt spurninga og svara þeim sjálf og í einhvern tilvikum það svo að á Íslandi leynast gögn sem eru mikilvæg í alþjóðasamhenginu og við getum alveg lagt eitthvað að mörkum til heimsmyndar vísindanna og læknisfræðinnar getum við komið með dýpt í þekkingu eða eitthvað ákveði undirsvið þekkingar sem aðrir hafa ekki og þá mikilvægt að við höfum þekkingu og reynslu bæði til þess að koma auga á það og síðan til þess að vinna verkefnin þannig að við getum kynntið fyrir öðrum eins og dæmin sína núna þegar Ísland virðist að takast að birta fjöldamarga greinar COVID-19 í stærstu vísindatímaritum heims. Ég lærði náttúrulega erlendis í Bandaríkjunum og ég fengi talsverð viðbrögð við þaðan og sömulegis þegar við höfum verið í þessu rýni ferli þá höfum við fengið talsverð viðbrögð erlendis frá. Þannig að það talsverð áhugi á þessu frá erlendum læknum og fólki sem sinnir sjúklingum með COVID-sjúkdóm. Það erfitt að halda mjög öflugu starfsfólki til langs tíma. Þetta erfið vinna. Mjög krefjandi og fyrir bragðið og það þekkja náttúrulega allir rekstrarvanda þannig að það erfitt að tryggja kannski nægan mannafla öllum stundum þannig að við þurfum að finna aðra leiðir til þess að halda neistanum gangandi og ein leið til þess akademískt starf, vísindastarf og það hefur tekist mjög vel í þessum faraldri og við erum með þennan hóp sem við settum á laggirnar í tengslu við starfsemi lyflækninga og tengingu við gjörgæslu og marga aðra. Hjúkrunarfræðingar á Landspítalanum hafa byggt upp mjög áhugavert vísindastarf og hafa nýtt þá
þann styrk sem þeir búa yfir og eru að rannsaka ákveðnar hliðar faraldursins og svo eru fleiri hópar á Landspítalanum og svo margir hópar utan spítalans og það sem er líka mjög áhugavert í þessu að það er samstarf þarna á milli. Við erum með mjög sterkan manni á Landspítalana og ég held að við þurfum að nýta þessa reynslu og þessa þekkingu til þess að stefna hærra á þessari braut og styrkja ennþá frekar svona þetta akademiska eða háskóla hlutverk spítalans.